Þetta er fínt hjá þér og þetta núna. Nú að hefjast þátturinn Maðurinn nefndur og þetta sem tökum við fyrir Elvar Þór Benediktsson frá Stykkishólmi. Og spyrlar eru Elvar Þór Steinarsson, Hafþór Helgi Einarsson, auglýsingatæknir Elvar Þór Steinarsson og hljómborðsleikari Jón Kjell. Og gestir að þessu sinni eru frá Blönduósi, þar að segja Skagakvartetinn frá Blönduósi sem er nú oft líka hann á Sauðárkróki einhvers staðar. Ekki að leyfa þeim að klappa svolítið og klappið gestir. Já, við skulum þá taka manni fyrir, við skulum endilega hafa þáttið með honum. Og við hefum ekki bara byrjað á því að, jú, hann byrjaði náttúrulega með því að fæðast 30.3.1967 og hann fæddist náttúrulega í Stykkishólmi. Það er ekki vann. Já, var það ekki tilfelli? Nei, það var hérna á land. Hörðu, en hann... Nó, heyrðu. Nó, fæddistu það? Já, ég gerði það. Já. Á Landspítala hér í Reykjavík. Og kommunisti. Já, en hann allavega ólst upp í Stykkishólmi. Ég hafði vissu það. Hann ólst upp í Stykkishólmi. Já, það var ágætt. Það má eiga það. Ef við ekki leifa hann að klappa? Jó, gestir ætli að klappa eins. Já, hann ólst upp í Stykkishólmi. Já. Og byrjaði þar ungur að leika sér, náttúrulega, eins og flest önnur börn. Hann byrjaði að leika sér það mjög ungur. Já, hann lék vel. Já, hann var helviti góður leikari. Góður leikari. Hann byrjaði mjög vel. Fyrirklass, mjög góður. Hann byrjaði mjög vel. Já, ég held við eigum bara að gera langa sögu stutta og bara rjúka. Við getum endalaust tala hér í allt kvöld. Já, við getum alveg endalaust alveg. Við getum tala. En það getur slöknað útvarpsvélum og öðru þannig. Já, kastan er kannski ekki nóg líka. En við skulum halda á þetta. Já. Já, ef við ekki bara rjúka beint í grunnskóla. Já, við skulum fá smá auglýsingar. Já, auglýsingar hérna. Regndropar til sölu mikið af regndropum hjá Axel Ó. Við erum í 11. Axel Ó. Högni til sölu mikið af sprengjefni. Högni verkamenn Tökum að okkur verkamenn. Xenon, nýja lína frá Orion. Xenon. Þið með að hætta núna. Auðlýsingu lokið. Nei. Já, þá höldum við áfram með Maðurinn nefndur, Elvar Þór Benediktsson, og við erum komin þar sem hann er komin á, gluggaröð, annar. Já, annar í gluggaröð. Já, hann er komin í gluggaröð, hann setur, það er þriðji, hann setur í miðjunum á að segja, miðjun og gluggaröð. Og við lítum fram hann í náungan og þetta er indalist strengur fyrir Elvar Þór Benediktsson. Hvernig gekk þér á grunnskóla áranum í skóla? Við sáum okkur aldrei frá því, hvernig minn? Það gekk nú bara ágætlega. Jú, máur minn var þarna aðalkennarinn minn. Já, var það þess vegna að segja það svona hátt í prófunum? Kannski þess vegna. Já, mér dætt ekki huga alltaf. Segðu okkur aldrei frá hestinn, hvernig þetta? Hest? Það sé að brúsum, já. Já, það er ekkert verra. Ég gleymi þess að sögu, ég myndi ekki vinkan hýrði þess að sögu. Systir mín og bróðir mín, Óðinn og Bryndís, áttu saman hest. Talaði almennilega maður. Áttu saman hest. Ég sé hestinn, þú sérðu nakkinn. Við skulum kaupa okkur skreið. Já, og þau áttu þennan hest sem þau fengu, ég held frá Lárusi Ögri. Skjóna. Hvorki ófrægari persónu en það. Og systir mín
búinn að heita með því ef ég næði 8 í lestri þetta vori og mætti eiga helvítis frosið. Var þetta góður hestur? Já, veit ég. Var til mikils að vinna, Elli? Já, það þannig að ég hef verið rukkaður síðan ég náði þarna 8 í lestri og þar með hestin sem ég sá reyndar aldrei en ég átti hann samt og hef átt alla hálfa hesta síðan. Bróðir minn Óðinn hefur keypt hérna ýmsu hesta og ég hef alltaf átt helminginn og alltaf hefur verið að rukka með fóður og hey og moka en ég hef aldrei séð þessa hesta. Já, þannig liggur þetta. Já, þannig að ég hef betur fengið 7-5. Já, það var semst ekki til mikils að vinna. Nei. En Elli, nú ferð þú ungur árum að heiman. Nú ert þú aðeins 17 ára 15 ára 16 ára Þú ert 16 ára gamall þegar þú ferð að heiman. Var þetta ekki mikill missir þar sem þú varst svona mikill fjáröflun á heimilinu? Ég kvaldist mikið þessi ár. Ég grét oft, ég fór hérna suður í skóla. Þetta er mikið óþarf að taka svo nærri sér núna, þetta er löngu liðið. Já, en þegar þessar minningar eru rifjaður upp þá kemur ýmislegt upp í huga mann sem grætir mann kannski. En ég kem þarna ungur árum reyndar og sveitamaðurinn í mér, hann er mikill og er ennþá mikill. Já, þetta stórborgarlíf fjósalyktin er að þér. Já, hún er að mér en það er allt í lagi. Og ég kemst þarna í hann Krappan sem var skemmtistaður í Vesturbænum. Já, vel á geimisbúðinni á Hagavimel. En ég leigði þarna með systur minni sem hjálpaði mér mikið á þessum árum á ægisíðunni í kjallarahólu þar og ef þú ætlar að klósetti það þá þurftur að bakka inn ef þú ætlar að komast á setuna. Já, og fara út ef þú ætlar að skipta skoðun. Hafþór fór það til dæmis. Já, þegið þú! Þetta er komin og nóg hjá þér og þú skalt bara vera rólegur. Þetta er ekki fram að Hafþór tekur að sér gagnrýna hlutina líka. Hann tekur gagnrýna. Já. Nú víkjum við aftur að í þar sem þú ert í grunnskólanum ef við horfum tilbaka. Já, heyrðu, við gleymum gestunum. Við gleymum gestunum. Við erum klappur. Já. Já, við leifum ykkur að klappa í eftir á það. Hafþór. Hann er spyrill. Hvað, ég veist ekki hvað það. Já, heyrðu. Þá víkur sögun aftur. Nei, við hefum ekki að bara rjúka áfram hérna í Reykjavík. Jú. Hann byrjaði þar í Verslunarskóla Íslands. Og var það ekki á öðru ári sem þú byrjar að nema ykkur störf innan skólans? Er það satt? Eða voru það þriðja? Vorið í fyrsta bekknum þá bauð ég mig fram í Ritnend Williams. Nei. Jú. Nó. Ég náði þar kosningu eftir harða baráttu að reyndar tæft og vann svo þar næsta ár. Vannst í Verslunarskólanum? Já. Hvað varstu með að kaupi? Já, vannst í hann? Já, helviti. Þetta var góð. Hvað sér þú? Nei, og ég vann þarna við að samla auðvitað og svona var maður og ritstjórinn þá var engin ófrægari maður en sá góði söngvari og bróðir hins góða söngvar hans Gunnar Guðbjörnsson sem stundaði námi upp. Frans Björgvins Halldórs? Já. Hver er það? Hann skemmtist. Nú? Hann á skemmtist. Nei, ég veit nefnilega. Ég náttúrulega veit ekki hvað hann heitir sko, en fyrst ég veit ekki þá er hann ekkert frægur. Nei, en svo fyrir mig ekki að rugla þetta mál. Nei. Þá var þetta ár mjög lærdómsríkt og kom mér mjög vel í framaputti mínu. Framaputti á þessari brauð. Já, þú sko, Ellert og Benson er aðeins 19 ára gammal þegar hann tekur við ritstörfum Williams, þannig einhvað hefur hann unnið sig upp á þessu. Hann er mjög ungur þegar Nú hafa að koma úr rjúp. Maðurinn virkar mjög athafnasamur. Já, hann er mjög athafnasamur. Hann er mjög athafnasamur. Enda eru menn
Hólminn mjög athafnasamir eins og Hvass og fleiri. Já, Hvass. Já, Hvass. Og Forte. En eins og ég segi, þá hefur Elli verið mjög athafnasamur maður í gegnum tíðina og léttlindur í meira lagi og fyndinn eins og myndin sem hún má í gær. Já, heyrðu, en hvemmenn? Nú eru komið að hvemmenn? Nú ert þú inn að stofna þetta Kögglavinafélagsins sem heldur aðalfund í kvöld. Segðu okkur svolítið frá því félagi. Hann er í dag. Hann er í dag. Það var í dag. Nei, hann er í dag. Já, það er komið kvöld núna. Já, það kom kvöld. Kögglavinafélagi, já. Kögglavinafélagið? Já, ég verð nú eiginlega bara að koma með. Kögglavinafélagið var stofnað, eða var til 24. október 1986 og það var vegna mikla óánægju í kvennamálum félaga og líka vegna tilgangur félagsins var vegna óánægju og eignir til þess að hefta útbreiðslu kynsjúkdóma sem var orðið mjög algengt á þess tíma. Ég þekki það nú öll mjög vel. En þarna hefur ekki bara leyfa áhorfendunum að klappa núna, ha? Hefur ekki bara leyfa að klappa? Jú, já. Lotto 532. Nú vikjum við aftur Elvis og Benediktssyni og við erum hinsfræða Kögglavinafélagi sem er mjög umtalað. Sko, ég er með reglugerð félagsins fyrir frá mig. Ég er með reglugerð. Ég tilgeði hér með, ég er með reglugerð. Og hérna stendur, þeir meðlimir Kögglavinafélagsins sem ekki hafa atkvæðið skuli ekki áhlutið ástýrn hálfa mánuð. Segðu mér Elvis, er þetta ekki erfitt? Er þetta ekki erfitt? Og bara segðu já eða nei. Svo við gerum langt mál stuð? Já. Nei, þetta er ekki svo hefði segðan. Já, við hafa haldið áfram. Og hérna eru ýmsir skilmálar. En Elli, ef við spjöllum það sem þetta félag. Elvar. Já, Elvar. Hvernig finnst þetta? Sko, Getur þú lýst þessu? Skýrt þetta? Lýst þessu? Gert eitthvað við þetta? Sko, kveikjan af þessu var kannski einfaldlega svo að ég er náttúrulega kannski brautryðjandi, ég skal ekki segja það, ég segi fyrir mig að ég tel mig sjálfan kannski brautryðjandi. Þó ég sé heiðursfélagi innan félagsins, þá er ég kannski brautryðjandi vegna þess að ég kem fljótlega, eða svona 2 árum eftir Ellerti hingað í bæinn og þar ætlaði ég að meika það í kvennamálum og öðru og það kannski fór þannig að það gekk ekki og ég var orðinn helvíti þungur og það gekk og var þetta þarna koma kögglarnir á? Þarna koma kögglarnir og einnig garðurinn sem hlóðust fyrir kögglana. Þannig að þeir komust ekki út. Var þetta flóðgarður? Já, það var svona, hergarður er einhvern Ekki hergarð? Nei, ekki. Og þannig verður þetta kannski til og þannig svona þegar ég að tala þetta þangað til að var fara að stofna Kögglavinafélag. Ég eiginlega veit ekki hvernig það var til. Jú, menn náttúrulega Kögglavinafélagi var til bara eins og einhver punktur nema menn fara að ganga í þetta mínir félagar, þeir komust að því að þeir verið töluvert langt síðan þeir að notið ásta og annað og komust að því að þetta gæti verið nokkuð sniðugt að mörgu leyti og fóru að íhuga málinn því að nú á þessum tímum eru kynsjúkdómar mjög hættulegir hvað það verðar eins og þeir sem er að koma í dag allavega stórhættulegir en hinnir eru náttúrulega svona veikbyrðir en nú er ég bara heiðurskeptur sökum þess að ég nýt ásta næstu því bara nokkuð vel sko. Já, við skulum ekki neitt tala. Þú ert ekki að sína þetta hérna neitt, þetta er óþarrið. Farðu aftur í buxurnar. Já, ég skal gera. Vertu bara róleg en núna er að koma einu sko formaður félagsins er Hanna Pétursson og mjög mikill góðvinur hans. Já, það Ellert, byrju, mjög mikill góðvinur hans er Já, hér er komið veilur. Já, og mjög mikill góðvinur hans
Já, og mjög mikill góðvinur hans er Ellis Þór Benediktsson og það getur þetta erfitt hérna stendur nefnilega í félaginu að sá meðlumur Kögglavinafélagsins sem hefur lengst á þess verið að njóta ásta er formaður og hann er formaður og síðan varst þú varaformaður lengi voru þetta ekki erfitt tímar ég meina þið voru vinir og var ekki erfitt að hylja Þetta samstarf okkar tókst vel sögum þess hver mikli vinir við vorum hann komið þarna ýmsar frómar hugmyndir sem hjálpa á honum að útfæra til félagsins svo félagi mætti sín fífil færi rauna en má ekki hérna stendur skapar heit skal halda og það er meðlum við Kögglavinafélagsins efasemdir og sannleitir félags já í 10. grein laga og stendur þetta og þetta sko menn veiga bara nút átt að mig Já, það hefur ekkert verið svoleiðis að milli okkar það er heitt miskilningur en ég er ekkert alveg það sem ég vil segja í þessu máli er að það sem ég vil segja í þessu máli er að það sem ég var varaformaður þessa félags og hann hefur formaður frá upphafi og staðið sér vel í því embætti að ég held hefur ekki séð fært um að mæta hann er nú í Bimbá eitthvað þar á fundi með öðrum félögum þess lands og gat sér ekki fænt og gat ekki sér varaformannin sem er núna Rafnjóður Rafsson og Rafnjóður Rafsson tók af embætti hjá mér mjög fljótlega 16. ágúst nánar tiltekið eða hvort það var 18. eða 16. en 16. ágúst og hefur haldið því síðan og hyggst halda því fram í júni eða júlí og lýst mér vel á það samstarf milli þeirra hefur ekki gengið eins vel en Kögglavinafélag já, hér áðan risu upp mikla deilur þannig að við erum að dreipa í þeim hreinlega það var komin deila á milli en við hverfum bara aftur í sortan það er ágættis veður úti sko það er gott veður úti og að kvöldi að vera já en ég held að við getum að tala meira um þetta Kögglavinafélag nei, Kögglavinafélag það er viðkvæmur punktur þetta er já, mega ekkert vita nei, þetta er en það er hlutur sem ákveð